Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, við höldum áfram umfjöllun Samstöðarinnar fjölmiðla. Haft hann sið á ýmist mánudögum eða miðvikudögum að fjalla fjölmiðlun í einhverri mynd og í dag mikil umræða íslenska fjölmiðlun því Viðskiptaráð hefur gefið út skýrslu og var reyndar með málþing fyrr í dag sem sýnir að störfum í fjölmiðlaheiminum hafi fækkað samkvæmt skýrslunni 800 frá held í árinu 2008 og við höfum hér í umfjöllun okkar fjölmiðlun margoft rætt þann ægivanda sem blasir við hinu svokallaða fjórða valdi vegna þess hve illa að einkarekinni fjölmiðlun búið. Auglýsingaféð að miklu leyti farið út fyrir landsteinana. Þið, áskrifendur Samstöðarinnar, haldið þessum miðli gangandi en það ekki allir sem að njóta áskriftartekna. Og það verður að segjast eins og að stjórnvöld standa sig alls ekki í stykkinu og það eðlilegt að hort sé á samanburð ríkisútvarpsins og einkamiðla í þessu ójafna stríði sem að núna Við tölum að fjölmiðlar séu hornsteinn lýðræðis á tyllidögum. Myndi okkur þetta í huga fylla dómstólana af óvunnu fólki sem ekki hefði lesið lög. Það gæti orðið fjölmiðlun Íslands að bara óvanir krakkar séu hér aðeins að snertilenda áður en þeir verða almannatenglar. Og hvað myndi það þýða fyrir lýðræði í landinu? Þetta svolítið þetta mál sem við höfum verið að fjalla En í dag þá ætlum við að einbeita okkur að mestu leyti að fyrirbæri sem íslenski blaðamenn þekkja vel og eru siðareglur þeirra og það eru nokkrir miklir sérfræðingar á því sviði og einn Friðrik Þór Guðmundsson. Hann kominn hér í spjall til okkar þennan ágæta dag. Vertu velkominn, Friðrik Þór. Takk fyrir Björn. Þú blaðamaður til langs tíma, fyrrverandi háskólakennari í blaðamennsku og fræðimaður og hefur sem sagt bæði verið að rannsaka þennan heim sem lærimeistari, fræðimaður og rannsakandi og svo náttúrulega við kynntust nú á sínum tíma ég og þú sem blaðamenn á degi tímanum ætla það ekki verið 1996 eða 7 eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað svoleiðis, rétt áður en síðasta flokksmálgagni fór. Já, Þú heyrðir það nú á inngangnum mínum að það nú heldur betur viðsjá sem að blasir við í íslenskum fjölmiðlaheimi. Svona áður en við förum að ræða siðareglurnar þá ég veit að þú hefur ekki haft neitt tíma til þess að kynna þér þessa skýrslu Viðskiptaráðs en ertu mér ekki sammála með það að til dæmis bara með falli Fréttablaðsins og mörgum öðrum vondum hlutum undanfarið þá sé ástandið svolítið skuggalegt í íslensku fjölmiðlaheimi? Jú, þegar við bætist upplýsingaóreiða og falsfréttir og fleira og fólk hérna úti veit varla lengur hvað fjölmiðla mennska og hvað bara skoðanir og hvað rétt og satt. Já. Vissulega. Þú segir að þessi skýrsla taki á málum frá cirka 2008 og það náttúrulega það byrjað þá á þungu áfalli sem var hrunið og síðan bara aukast erfiðleikarnir og þú talar fjölmiðlafólk, já, þetta náttúrulega ekki allt blaðamenn og maður vill nú trúa því að þegar það verið að hagræða þá reynir menn nú að hagræða ekki of á því sviði en ég hræddur að það gerist og eins og þú nefnir að menn leitist við að fá ódýrari blaðamenn inn og missa þá og henda frá sér reyndum góðum blaðamönnum. Já, það rétt og sem sagt Fréttablaðið, það var stórt högg, verulega stórt högg. Blað sem reglulega hafði fengið blaðamannaverðlaun fyrir góðar umfjallanir, skildi eftir sig stórskarð. Já.
ég var að vinna á Fréttablaðinu þegar það fjall og ég bjó við þann lúxus, var örugglega einn af örfáum blaðamönnum þess tíma sem að ég fékk kannski viku í eitt fréttamál. Já. Þetta var nú heldur betur lúxus miðað við þennan mokstur sem að náttúrulega svo mikið hlutskipti netmiðla núna og djöfla öllu út án skoðunar sko. Já. Þannig að grunnblaðamennska sem eftir situr, hún náttúrulega hefur ekki sama vægi eins og alvöru rannsóknar blaðamennska, sjálfstæð, faglega, hlutlæg, vel unnir blaðamennska. Ja, rétti það og hvað skal segja, sko, það hafa verið miklar sveiflur á sviði fjölmiðla á Íslandi í gegnum árin og alltaf vonar maður að niðursveiflu fylgi uppsveifla en maður ekki lengur svo vissum að það verði almennileg uppsveifla í kjölfar þeirra niðursveiflu sem við höfum upplifað og það ég vil ekki kalla það einhver óþarfa svartsýni, það bara kringumstæðurnar eru þannig að maður óttast að þetta gæti farið á versta veg. Já. En þegar maður er uppfullur af ótta slíkt þá kannski gerist eitthvað og umhverfið breytist aftur. Það fullt af góðum blaðamönnum þarna úti. Ég bara hræddur aðstæður þeirra til almennilegrar vinnu séu bara hreint ekki nógu góðar sko. Nei, og menn þurfa einhverju leyti að hlaupa eftir sko tekjumódelinu. Ég meina, ég til dæmis, Gunnar Smári, Sigurjón Magnús Egilsson, María Lilja Oddný Eir, við erum flest með mikla reynslu af blaðamennsku hér, en kannski það sem við erum að gera akkurat núna sem að vera þáttastjórnendur og setja mál á dagskrá og fá menn eins og þig í heimsókn, kannski þetta skásti sénsinn fyrir okkur að ná í lífsviðurværi vegna þess að umhverfið orðið þannig. Já. Þannig að það líka annað sem að maður hefur hálfgerðar áhyggjur af að við þurfum að þessi resursar eða þessar uppsprettur sem að við upplifum á gullöldinni kannski, öldinni sem leið að maður hafði val svo margt í blaðamennskunni. Það var svo margir sterkir og öflugir fjölmiðlar og alls konar skoðanir á lofti. Mér fannst ég alltaf geta bara valið tækifæri. En nú eru breyttir tímar. Já, en sko, þú talar gullöld og ég gerir ráð fyrir því að þú sért að tala kannski 10. áratug síðustu aldar. Já, og kannski aðeins áður og fram að hruni hugsanlega. Ekki má gleyma því að fyrir þann tíma var fjölmiðlaheimurinn á Íslandi flokksmálgögn. Og síðan en því fylgdu tekjur? Mikil ósköp, það var ekkert að því hjá Alþingi að styrkja flokksmálgögnin annarkvort beint með fjárútlátum eða að kaupa alveg dópíu af blöðum í áskrift sko. Það var ekki vandamál. En þetta voru sem sagt fyrst og fremst flokksmálgögn og síðan RÚV með pólitískt útvarpsráð yfir sér. Þannig að þetta var ekki sko ekkert endilega burðugt umhverfi fyrir sjálfstæða og ágenga blaðamennsku. Nei. En síðan fóru hlutirnir vissulega að breytast og þá má kannski tala gullöld þegar að flokksmálgögnin fjöruðu út og það kom ágeng tímarit og vikublöð eins og Helgapóstur og Pressan og fleiri og mannlíf var öflugt og fleira af þeim hætti og það kom ný ljósvakastöð og hérna, já, þá má tala gullöld og vissulega sko þá hérna hópuðust inn sem sagt blaðamenn sem vildu halda uppi prinsippum blaðamennskunnar frekar en að vera málpípur eigenda. Og já, þarna gullöldin vissulega. Já.
og sem sagt, en svo breytist þetta umhverfi aftur og þessum ágengu fjölmiðlum fækkar og ef einhvað þá erum við jafnvel að sjá afturhvarf til flokks málgagna blaðamennsku allavega á tilteknum fjölmiðlum. Já, ég held að ég sé sammálaður með það. Við sjáum að Morgunblaðið núna svona komin í gamlan vígaham að maður velti því orðið fyrir sér hver skrifar fréttina og agenda sko með þessari frétt. Við getum kannski farið á hinn bóginn líka og sagt það að við sjáum einhver merki skoðanir á heimildinni sem mögulega eru í einhverri flokkapólitík, ég veit það ekki, en þetta skýrt með Morgunblaðið upplifa maður ekki núna. Já, en þá verður maður líka að taka fram í leiðinni að það fullt af bara mjög góðri umfjöllun í Morgunblaðinu. Þetta virðast vera sko svona ákveðin svið Morgunblaðsins, skulum við segja. Já, þess vegna segi ég það sko maður byrjar á því byrju hver skrifar þetta? Já, og kemst að persónulegri niðurstöðu þegar maður kemst að því. Já, en í mínum huga þá ég svo heppinn að hafa upplifað áratugi af blaðamennsku þar sem að menn voru bara á autopilot, ef við getum orðað það þannig, og þeir skrifuðu bara, þeir stunduðu sína blaðamennsku með jafn lítilli ritskoðun, sjálfsritskoðun eins og vænta má bara í samfélögum og við vorum stór stétt, við vorum mannmörg stétt, við vorum stolt og við veittum hver öðrum stuðning. Það var svolítið þannig. Núna hún snorrabúð stekkur og þessi stuðningur sem maður fær frá öðrum kollegum, hann náttúrulega miklu minni af því að blaðamönnum hefur fækkað, fjölmiðlum hefur fækkað og þetta hefur allt saman breyst. En ein ástæða þess, Friðrik Þór, að ég bæði að koma hingað, hún eitt af þessum tækjum sem hefur verið órófa tengt starfi blaðamannsins hér á Íslandi sem eru siðareglur Blaðamannafélags Íslands og ég man að sko að þessar siðareglur hvernig á ég að orða það til dæmis á meðan þarna var klásúla nærgætni og tillitssemi eða hvernig það var þá lendi maður stundu kannski í einhverju sem að ég myndi kannski vilja bara kalla misskilning að sko fjölmiðlalæsi sumra Íslendinga var ekki betra en það að þeir bara trúðu því að blaðamaður ætti aldrei að skrifa frétt sem kæmi einhverjum illa. Já. Þú manst eftir því? Já, mikil ósköp. En greinin sem þú varst að vísa í gamla 3. greinin að valda ekki óþarfa sársauka. Já, og taka tillit í viðkvæmum málum. Já, hún var þrætu epli lengi. Já. Og 2023 sem sagt, eftir eitthvað 30 ára hlé þá breytti Blaðamannafélagið siðareglum sínum og meðal annars tók þessa grein út. Já. En það þýðir ekkert að eðlileg tillitssemi eða að ganga hægt gleðina dyr eða þannig að það sé horfið. Menn voru nú frekar að horfa til orðalags þeirrar greinar. Það eru komnar greinar sem geta hæglega tekið á svipuðum hlutum, greinar sem fjalla heiðarleika og sanngirni, ekki síst. Að þessi grein hafi farið út þýðir ekki sem sagt að blaðamenn allir sé hér eftir að vera eitthvað tillitslausir frekjuhundar. Og það að blaðamenn eigi að auðsýna sanngirni og hlutlægni og fleira, það á alveg að koma í veg fyrir að menn sé að gera hvaða vitleysu sem er. Já. Auðvitað vilja blaðamenn alveg eins og aðrir að það sé ekki fjallað með óviðurkvæmilegum hætti börn eða sjúklinga eða gamalmenni eða þá sem geta ekki svarað fyrir sig. Já. Það stendur alveg óhaggað í sjálfu sér. Já.
sko gamla góða leiðarljósið að valdi skuli veita aðhald og eftirlit og því meira sem valdið því meira aðhald og eftirlit en fjölmiðil sem sparkar niður fyrir sig óhæfur fjölmiðil. Þetta svo sem þessi sannindi þau eldast ágætlega það ekki? Er þetta ekki bara svona kjarnin svolítið í ágengri blaðamennsku eða gagnrýninni blaðamennsku? Jú, og sem sagt það í alvörunni bara fínt að fjölmiðlar séu sko hæfilega ágengir og sko síðdegisblöðin voru mjög ágeng á sínum tíma og DFF sá fjölmiðil sem hefur fengið flestar kærur á sig í gegnum tíðina en oft þær kærur kannski tilfinningaþrungnar og bundnar og sakfellinga hlutfalli hjá DFF það nú bara 50%. Það að segja að annað mál sem hefur verið kært, það sem DFF hefur verið kært, hefur gegnum tíðina komið út sem brot á siðareglum. Og restin ekki. Já, ég veit þú ert fróðleiksbrunnur þessi mál og mér langar núna til þess að spyrja það nokkura spurninga þessa sögu. Ekki rétt munað hjá mér að þú hafi verið formaður siðanefndar einhvern? Síðasta starfsárið, jú. Ég var sem sagt 13 ár í siðanefnd og síðasta starfsárið sem formaður. Þannig að megnið af þessum tíma var ég óbreyttur meðlimur. En á sama tíma var ég fræðimaður og kennari og stúderaði þessar siðareglur alveg sérstaklega. Fór í sauman á þeim og sem sagt það nýttist nú við endurskoðun siðaregluna. Sem sagt og já, ég var 13 ár þarna og sá ýmis mál koma á borðið og það er hægt að svo sem tala þau mál sem úrskurðir hafa fallið en ég núna datt ég inn í 2 mál sem varamaður og þau get ég ekki fjallað það sem sagt vinnuregla hjá siðanefnd að fjalla ekki mál eða innri funksjón siðanefndar. Ég skal passa mig á því að reyna ekki að draga neitt upp úr þér þau. En sko áður en við förum í þessa sögu, þú segir okkur frá fjöldamála og svona, þá langar mig að leggja það á borðið að þú kannski ert nú með einhver gögn það að ég hef nú sjálfur verið kærður oftar en einu sinni og ég hef bæði verið að vinna á sko litlum fjölmiðli, eiginlega einsmanns fjölmiðli og þá hefur maður svona, manni hefur stafað mikill stuggur af kannski kæru því maður hefur litið á hana sem mögulega undanfara málshöfðunar fyrir dómstólum að ef siðanefnd myndi úrskurða mann í óhag þá myndi það mögulega geta þýtt það að þetta kannski stundum voldugir aðilar sem eiga allar skúffur alheimsins fullar af peningum og hafa tíma og lögfræðingastóð og mikla resursa til þess að kaffæra einhverja dverga í blaðamennsku, einsmanns fjölmiðla og svona. Og ég upplifði sem sagt þetta sem töluverða ógn þegar ég hef í sumskiptana sem ég hef verið kærður og en síðasta kæran sem ég held ég hafi fengið ég held ég hafi verið að vinna hjá Fréttablaðinu þá og þá fékk ég svo mikinn stuðning að vera á fjölmenni ritstjórn að það var miklu léttara mér langar bara til þess að segja þér þetta og segja bara ykkur áhorfendur og hlustendum þetta líka vegna þess að ég held að þetta skipti máli að við áttum okkur á því að stundum svona hótana menning í þessu, hún kemur fastar við þá sem að standa veikir fyrir heldur en öflugri fjölmiðla sem að segir okkur eitthvað mikilvægi þess að við séum líka með stóra og öfluga fjölmiðla hérna á Íslandi, ekki bara einhverja dverg út allt. En þetta var það sem að ég vildi segja frá sjálfum mér áður en við förum í Ég hef ekki að bæta eins við það. Að ég skoðaði nú sérstaklega þegar við rættum saman daginn
Og já, mér sýnist að þú hafi verið kærður 3 svar. Já, það getur passað. Og kannski rétt að það komi skýrt fram að þú fékkst sýknu í hvert skipti þótt mjög ágengur væri. Niðurstaðan var að þú hefðir sem sagt farið rétt að út frá grundvallarreglum blaðamennskunnar og siðareglum. En það ólíkt öðrum sem situr hér við borðið. Nú. Ég var líka kærður 3 svar. Og ég fekk brot á mig öll 3 skiptin. Og það fundust alltaf einhver atriði sem ég hafði ungur maður og á nýjum viku helgapóstinum gamla spólandi graður í að hrista upp í samfélaginu. Varstu undir stjórn Gunnar Smára? Nei, þetta fyrir þann tíma á þeim, þetta voru heiðursmaðurinn Halldór Halldórsson, ef maður rétt Ingólfur Margeir heitinn. Báðir heitnir. Já, og ég kallaði heiðursmenn, ég hefði gjarnan að því hún stuðning á bakvið sig, ég hefði gjarnan vilja fá kannski aðeins meiri stuðning þar. Þegar þú varst að berjast í þessu. Já, en ég hafði líka á því að berjast í að verja mig sjálfur, sko. En jú, Halldór var hafsjór af ráðleggingum í þeim efnum, en það sem ég meina með stuðning er að auðvitað sko ræður blaðamaðurinn ekki öllu því sem hann setur fram, það eiga að vera ritstjórar sem sko fyllt afurðina og passa upp á að maður fari ekki sko út fyrir allan þjóðarbálk. En þarna fundust alltaf einhverjir agnúar á minni umfjöllun og ég meðtek það alveg. Ég lærði af því. Og það má kannski segja þá að þá hafi ég fengið mikinn áhuga á þessum siðareglum. Maður þóttist nú alveg sko vita grundvallar reglur blaðamennskunnar. En maður var kannski ekki á þeim tíma sjóaður í þessum siðareglum að hafa þær við hlið sér og gæta í hvívetna. Nei, og þú fékkst ekki sko mánaðarlaunin borguð fyrir að liggja langt undir strikinu, þannig að það var nú kannski hvati til þess að spísa orðalag og... Já, á svona fjölmiðli. Já, á þannig fjölmiðli. Já, sem vill vera ágengur og vill rækja aðhaldshlutverk sitt og sem sagt vera ákveðin í að knýja fram sannleikann og svo framvegis sem sagt. Og það var í sjálfur sér sko, það var eðli þessara umfjallan hjá mér. En maður kannski fór aðeins fram úr sér á einhverjum hluta umfjallarinnar og fékk fyrir það úrskurð brot. Og ég meðtek það sem sagt og sem sagt lærði af því og var aldrei kærður eftir það af því að þá passaði maður betur upp á mörkin þó maður reyndi áfram að vera ágengur og sem sagt afhjúpa það svo lengt átt að fara og svo framvegis. Þetta er mjög góður punktur og gott að minnast á þetta auðvitað. Bara aðeins að bæta við þetta. Þú fékkst 3 kærur og sýknur í öllum skiptum. Ég fekk 3 kærur og sakfelldur í öll skiptin en ég fór í siðanefnd og var formaður og svo framvegis. Þetta hljómar ekki rökrétt. En getur samt alveg verið. Já. Og sko þessi brotin þau hafa ekki verið á versta skala, er það? Nei. Það voru 3 tegundir af brotum, það var mjög alvarlegt eða ámælisvert. Og ef það var mjög alvarlegt þá þurfti að birta úrskurðarorðin í viðkomandi fjölmiðli. En þetta voru allt vægari brot, það er að segja ámælisvert og þá þurfti ekki að birta úrskurðarorðin og það munar svo sem miklu það. Ég skrifaði nú bók sem sumpart fjallar hótanir og þrýsting sem blaðamenn fá frá samfélaginu. Og heiti Besti vinur Aðal.
og í þeirri bók lýsi ég bara því hvernig valdhafar reyna að hafa áhrif á okkur blaðamenn, stundum alveg pottitt með siðlausum hætti og stundum nánast með glæpsamlegum hætti. Og mér finnst ágætt að bara rifja það upp að siðareglu svipunni, henni, hún skall á bakinu á mér örugglega svo 100 skipti á þessum langa ferli sem ég hef átt í einhverju sem við getum kallað alvöru blaðamennsku, ágengri einmitt eins og þú nefndir sjálfur og mér sýndist að sumir valdhafar þeir beittu þessu til þess að reyna að draga úr okkur tennurnar. Absolutt. Sérstaklega á tímabili þegar að fjölmiðlar, við nefndum gullöldina, þegar fjölmiðlar voru að feta sig áfram í alvöru aðalhlutverki og sem sagt vera harðir í sannleiksleitinni, þá var þessari svipu gjarnan beitt og það altalað að ýmsir hafi verið að þreifa sig áfram og nota síðanefndar kærur og svoleiðis sem undanfara dómsmála. Svo rannkvað að því að blaðamannafélagið ákvað að bæta inn í siðareglunar að ef dómsmál væri á sama tíma og siðanefndarmál þá þið bara siðanefndarmálinu vísa frá og það hjálpaði örugglega eitthvað en jú, maður man eftir þessu og sem sagt og vafalaust hefur þessi svipa dugað á marga. Það nefnilega málið, sko. En hvað þetta mörg mál bara frá upphafi sögu? Hvenær gat fólk í fyrsta skipti kært blaðamann til siðanefndar Alþingis? Fyrstu siðaregluna hérlendis voru setta 1965 og fyrsta málið kom árið eftir. Og hljómar ekki sennilegt en fyrsti fjölmiðill til að vera kærður var Morgunblaðið. Og það var út af svona staksteinaskrifum. Nafnlausum skrifum? Já. Fjallaði Frankur Goebbels og sko fyrstu 2-3 áratugina þá var sakfellingahlutfallið alveg ótrúlega hátt. Ég tala sakfelling og sýknur. Það svona innan gæsalappa? Já, innan gæsalappa, hafa það í huga. En ég hef sem sagt borið það saman, sko, ég held að ég hafi miðað við 20 fyrstu árin eða eitthvað svoleiðis að þegar horfti til þeirra mála sem var ekki kannski vísað frá heldur kom annarkvort brotaúrskurður eða ekki brot að þá var sakfellingahlutfallið 75%. Já. Það af einhverjum ástæðum þá var bara siðanefndin þannig og þannig og siðareglur túlkaðar þannig en ef við horfum hins vegar til síðustu 20 ára eða eitthvað svoleiðis þá sakfellingahlutfallið eðlilegra og sambærilegra við það sem gerist í nágrannalöndum skulum við segja til dæmis Noregi 25%. 25%. Já, þannig að þetta verður snúist alveg við. Þetta þýðir í sjálfu sér ekkert að siðanefndin sé eitthvað línari eða meðvirkari með blaðamönnum. Þessu fylgir breyttur tíðarandi og breyttar siðareglur að einhverju leyti og sem sagt og bara breytt útlit á hlutverki blaðamannsins. Vaxandi stuðningu við tjáningafrelsi og vaxandi áhersla á þetta aðalhlutverk og fleira.
málsmeðferðarreglum var líka breytt þannig að hlutfallsfrávísana jókst og það þá bara mál sem bara ekki var vandað til verka og voru kannski út í hött eða eitthvað slíkt slíkt sett til hliðar. Og þannig upphafið þetta það voru bara 10 mál á fyrstu 10 árunum og eitt á ári og þetta var á tímum flokksmálgagna blaðamennskunnar. Á þeim tíma voru það ekki síst menn gátu rifið helviti mikið kjaft á þessum árum menn voru snakillir í skoðanagreinum og svoleiðis og menn voru ekkert mikið eltast við það. Nei og reyndar síðar var gerður stór greinamunur á blaðamennsku faglegri blaðamennsku og svo ég nefndi vaxandi áhersla á tjáningarfrelsi að seinna þá voru gerð skýrmörk að viðhorf, skoðanir væru ekki kæranlegar til siðanefndar og það er mjög mikilvæg skipti eða aðgreining. Það var ekki hægt að kæra Staksteina í dag. Nei, en fyrir 1965 man ég eftir að hafa lesið allmörg dómsmál þar sem að menn voru mjög aggressífir í því að ekki síst að djöflast á vinstri fólki sem að bara segi það nú eins og að það þurfti oft ekkert mjög mikið til þess að þú bara færi fyrir dóm og dómarar voru nú oft ekkert með mönnum í liði sem að þóttu segja hluti sem að samfélaginu fannst ekki þægilegt. Nei, rétti það en síðan náttúrulega reynir alltaf að vera fagleg og gengur út frá siðareglum en siðareglunar hjá okkur eru nokkuð almennar og næstistar í öllum löndum þar sem það hefur verið skoðað og það að siðareglur í Íslandi séu almennar og stuttar það sendir mikið túlkunarvald yfir til siðanefndar og það sem sagt þar myndast reglurnar að baki reglunum fordæmin frá siðanefnd og það er hvorki hægt að segja að siðanefnd sé meðvirk með blaðamönnum eða vond við blaðamenn. Siðanefnd á hverjum tíma reynir auðvitað að komast að sanngjarnri niðurstöðu. Ég skal ekki segja með dómstólana. Þar hafa margir dómar fallir sem maður skilur ekkert í sig sem maður skilur kannski lítið í og hefur verið snúið við þeim málum sem hafa ratað til mannréttindadómstóls Evrópu eða hvað það heitir. Við höfum stundum þurft að sækja okkur réttlæti út fyrir landsteinum og fleiri sviðum. Heldur betur. Ég held enda að dómsmálum gegn fjölmiðlum hafi hugsanlega bara fækkað í kjölfarið. Já, akkúrat. En kannski eru fjölmiðlar í dag ekki eins ágengir og það voru. Já, það er nefnilega það sem að mér finnst vera. Mér finnst það það er meiri einsleitni, það er þögn eða hlutleysi eða bara sæmilega jákvæð umfjöllun. Það er tökum bara sem dæmi, síðustu helgi, þá fer frá einhver umdeildasti stjórnmálamaður samtímans með tugi hneykslismála og spillingamála á samviskunni. Það var ekki einn einasti fjölmiðill sem var að segja okkur frá fréttum landsfundar Sjálfstæðisflokksins sem að rifjaði upp af hverju þessi tímamót væru svona merkileg út frá svona einhverju gagnrýnu. Við heyrðum bara lofræðum Bjarna Benediktsson frá móti kvölds í öllum fjölmiðlum og hinir sem og aðrir þögðu aðrir fjölmiðlar þögðu. Þetta finnst mér svolítið svona að hafa gerst núna síðustu misserum. Ég efast að þetta tengi siðareglunum. Ég held að þetta sé meira bara samfélagsbreytingar og eins og við ræddum í upphafi þáttarins hvað fjölmiðlun á Íslandi er veik. En þetta er sannlega
áhyggjuefni, myndi ég segja. Já, nú stundir, já. Kannski koma betri tímar í kjölfarið, ég veit það ekki. Þetta hefur sveiflast mikið fram og tilbaka. Já. En já, manni finnst að fjölmiðlaumhverfið í dag sé heldurveikt. Já. Og það má segja að heimildin sé vísir að einhverju beittu og sem sagt með aðhaldshlutverk í huga og slíkt og vissir þættir á RÚV og fleira en þetta voru fleiri póstar hérna áður og sem sagt og nú í dag þá náttúrulega þeir sem eru beittir, þeir kannski drukna bara í einhverju samfélagsmiðla óreiðu og upplýsinga óreiðu og það sem sagt miklu erfiðar í dag að meta hverjir eru að segja og gera rétt heldur en áður var. Já. En aftur að siðareglum, stundum hefur verið kært vegna þess að það var ekki leitað álits og kom ekki, það vantaði einhver sjónarmið. Er einhver munur á því hvort ég skrifa frétt í einhvern fjölmiðil á morgun það að Bjarni Benediktsson hafi stólið 1000-kalli eða Jón Jónsson hafi stólið 1000-kalli? Er einhver munur á því hvort ég náði í Bjarna og hans sjónarmið kom fram í fréttinni eða sjónarmið Jóns Jónssonar sem enginn veit hver Það á ekki að vera það. Og það í siðareglum að þegar mikið ber við og framkoma alvarlegar ásakanir og fleira, þá beri absolút að veita ansvararétt og leita sjónarmið að þessum ásakaður og það ekki bara siðareglur, það eru bara almennt prinsip í blaðamennsku. Hvaða áhrifamaður lætur ekki ná í sig? Sá sem vill ekki láta ná í sig. Ég meina segjum að blaðamaður sé alltaf á hold, hann sé að bíða með að klára fréttina, hann þurfi viðbrögð frá þeim sem fréttin hverfust og áhrifamaðurinn sem fjallað, hann lætur ekki ná í sig, hann svarar engu skilabóðum og hann tekur ekki símann og svarar ekki tölvupóstum. Getum að stundu þurft að birta fréttina á þessu? Já, það líka það líka prinsip í þessu að ansvörin þurfi ekki að fara fram á sama tíma og það sem framkemur sem gagnvart viðkomandi. Það getur stundum verið erfitt að gera þetta á sama tíma ef menn láti ekki ná í sig eða eitthvað slíkt og það ekkert í sjálfu sér að því þegar að menn láti ekki ná í sig að birta eitthvað með þessum fyrirvara og þá láta menn þess getið að ekki náðist í viðkomandi. Hafi blaðamaður sannarlega gert það sem hann gat til þess að... Já, ef hann að öðru leyti með siðareglur prinsipinn vinnureglur ritstjórnar á hreinu sem sagt og telur sig hafa áreiðanlegar heimildir og gögn. Já. Þakka fyrir að svara þessari spurningu því ég fæ hana stundum frá almenningi þannig að ég held að ágætt að ræða þetta. En hvað það? Ertu með einhver svona þemu annarkvort þarna í gögnunum fyrir fram eða upplýsingar í kollinum? Hver hefur verið algengasta ástæða kæru? Ertu með það í hausnum? Ég held að það fer ekkert á milli mála að gamla 3. greinin var mest notuð að fjölmiðlar hefðu valdið óþarfa sársauka og ekki vanda sig og vandvirknin ennþá fyrir hendi að sjálfsögðu og þetta hefur í sjálfu sér ekki breytst með breyttum siðareglum. Það að algengasta ástæðan fyrir kæru að það komi frá einstaklingum og að menn eru sárir yfir einhverju umfjöllun. Og það svo sem skiljanlegt að sárindi séu oft til staðar en svo spurningin kannski hvort að
menn séu sárir með réttmætum hætti eða hafa eitthvað á samvinskunni sem sagt. Já, þú spyrð sem sagt hvort það sé einhverjar tilteknar ástæður fyrir kærum. Ég hygg að það ekki þannig til dæmis að pólitíkusar séu að kæra mikið. Nei. Þeir fá á sig gusur og þeir sætta sig við það þeir júki ekki endilega síðanend. Og sama má kannski segja flesta forstjóra eða eitthvað slíkt. Það frekar þá að það séu sem sagt almennir einstaklingar sem hafa verið að kæra og já, og svona kannski samtök og fleira slíkt. Já. En það ekki hægt að segja að það sé einhver sérstök meint brot umfram önnur að þessari gömlu 3. grein frátaldri að einhver hafi gengið og langt og sært viðkomandi. Nei. En hver kærðasti blaðamaður Íslandssögunnar? Já, ég get nefnt það nafn en þá verður að hafa í huga að ritstjórar oft meðkærðir og þá bara sem einhvers konar ábyrgðarmenn og þeir ekki endilega þeir sem skrifuðu eða stóðu fyrir viðkomandi umfjöllun. Kærðasti einstaklingur siðareglusögunnar kunnur á þessum vettvangi, Gunnar Smári Egilsson. Já, þannig að ef ég verði ekki hérna í vinnunni á morgun þá vitið þið að þetta var ekki góð spurning hjá mig. Nei, jú. Ég er ekki grínast. Hún ágætt að því frágengnu að kæra ekki samánbrot. Nei, ég veit. Og að í þessum tilfellum sem Gunnar Smári var kærður þá ekki endilega vegna þess að hann var sá sem skrifaði eða fjallaði viðkomandi málefni. Hann var yfirmaður. Já, hann var yfirmaður, og berðu þetta ábyrgð sem slíkur, Hvað þetta mörg mál samt? Já, það eru 9 sem ég fann á hann, eða sem ég hef á hann, skulum við segja. Hann þrefalt kærðari heldur en þú og ég. Já, en eins og ég segi, sem ritstjóri með kærður. Já, hann með kærður. Og satt að segja þá ég nú ekki skoða sakfellingahlutfalli hjá honum en þetta voru ærið misjafnar kærur, skulum við segja. Já. Þórður Snær Júlíusson, hann satt hér daginn og hann orðinn framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. Og við höfum séð ansi marga góða blaðamenn hætta í blaðamennsku núna upp á síðkastið. Heimir Már orðinn framkvæmdastjóri upplýsingafulltrúi Flokks fólksins og ég geti talið upp alveg reynt bara blóðslóðin löng, ég kalli þetta blóðslóð vegna þess að þetta blóðtaka úr íslensku fjölmiðlaheimi að missa gott fólk yfir í pólitíkina. Það til nóg af fólki í pólitík en það ekki til nóg af góðu blaðafólki. Nei. Það bara þannig. En Þórður Snær sagði mér semst í viðtali fyrir kannski 3 vikum eða svo að áreitið hefði verið kannski ein megin orsök þess að honum fannst bara komið gott. Já. Og þetta áreiti sem að oft rætt í blaðamennskunni, það ekki bara vinnutíminn að því að maður í rauninni allan sólarhringinn að meðtaka upplýsingar og að leita að upplýsingum. Það verður bara að vera þannig ef maður ætlar að vera eins og þú þekkir sjálfur með hjartað í þessu. Það ekki bara það, ekki bara vinnutíminn og ekkert sérstök laun eða svoleiðis, heldur það bara svona maður upplifir oft að þeir séu bara ekkert allt og margir Íslendingar sem séu að þakka manni fyrir sjálfstæða, ágenga, faglega, hlutlega blaðamennsku. Og ég nú ekki að segja að þetta tengist þessum siðareglum beint en maður hefur samt, eins og við vorum að ræða áðan, þá var stundum eins og að almenningur bara miskilji hlutverk blaðamanna.
Tengirðu við þetta? Mikil ósköp og sem sagt það fer ekkert á milli mála, það ekkert sérstakt við daginn í dag, þetta áreiti í sjálfu sér, nema að mér sýnist að það hafi aukist töluvert að blaðamenn upplifi sko hótanir og jafnvel einelti vegna umfjöllunar. Stóra dæmið í dag auðvitað Samherja málin en það eru fleiri mál og maður upplifði þetta á sínum tíma, Helgapóst og Pressu og ég veit ekki hvort maður á að líta þetta sem bara óhjákvæmilegan hluta af harðri blaðamennsku að þeir bregðist illa við sem fjallar á sem sagt gagnrýninn hátt og ég skal ekki segja hvort það hafi aukist en þetta töluvert í rannsókn sem sagt sem við íslenskir fræðimenn tókum þátt og alþjóðleg rannsókn World of Journalism Studies var spurt þetta og það var að manni fannst óhugnanlega hátt hlutfall blaðamanna sem tjáðu sig hafa orðið fyrir hótunum eða jafnvel einelti og slíku og manni fannst nóg en maður kannski veit ekki alveg hvort að þróunin hefur verið í átt að aukningu eða hvort þetta hafi alltaf verið til staðar til þess vantar samanburð en þetta töluvert það sem sagt það hins vegar ekki mörg dæmi lóðbeint ofbeldi það eru hótanir ofbeldi frekar en ofbeldi sé framkvæmt mann eftir tveimur tilfellum og háttvirtur blaðamaður Einir Traustason hann varð skulum við segja næstum fyrir barsmíðum á ritstjórn DFF minnst einu sinni en það ekki mikið þetta og kannski þetta meira ábyrgandi núna þegar að á tímum samfélagsmiðla og fleira áður þurfti að hringja til að viðhafa hótanir og senda tölvupóst og eitthvað svoleiðis og það ekki eins íþykjandi og beinlínis í umræðu á samfélagsmiðlum sem allir geta séð þannig séð en þetta hefur vafalaust fælt ýmsa frá blaðamennsku. Já, það engin spurning. Og sumt af okkar besta fólki. Já, mér finnst ég hafa orðið var við það að til dæmis núna í kjölfar Samherjamála að það eru margverðlaunaðir blaðamenn að hætta í blaðamennsku. Og það slæmt því að jafnframt því sem ég hef skoðað siðareglunar ítarlega fræðilega þá hef ég líka skoðað blaðamannaverðlaun blaðamannafélagsins fyrir rannsóknarblaðamennsku viðtöl og fleira og þegar maður hefur þetta svart á hvítu fyrir framan sig hvað blaðamenn á Íslandi hafa verið að gera í þessu tilfelli þegar að verðlaunaveiting hófust 2003 til dagsins í dag þá sér maður hvað blaðamenn á Íslandi hafa í gegnum tíðina verið að taka á mörgum þörfum málum og gera mjög góða hluti sumt miður vel gert og kerti siðanefndar og fleira en það ógrynni af umfjöllunum í fortíðinni og nútíðinni þar sem vissulega kemur fram sterkt hvað blaðamenn að gera rétt
Og sumt kært til siðanefndar vegna þess að það gott. Já, á nokkuð svafa. En mér sérstaklega minnistætt til dæmis umfjöllunir á sínum tíma Breiðavíkurmálin. Já. Þar sem Rúf og Deva fengu verðlaun fyrir sínar umfjallanir Breiðavík og Breiðavíkurdrengina og það allt saman og sem sagt þar var mikil þar voru stórfelldar misgjörðir afhjúpaðar og með fantagóðri rannsóknarblaðamennsku og það leiddi til umræðna á Alþingi og lagabreytinga og greiðslna sanngirnisbóta og þetta hefði ekki gerst nema með því að viðkomandi Breiðavíkurbörn tjáðu sig og viðkomandi fjölmiðlar fóru í saumana á málinu og upplýstu hvern krók og kima. Já, og nokkuð þátt í þessari afhjúpun átti Sigurjón Magnús Egilsson, ef ég mann rétt. Já. Og kollegi minn hér sem að fékk held ég rannsóknarblaðamennskuverðlaun 2007 og 2008 2 ár í röð og þar á meðal fyrir þetta mál. Já. Þannig að Já, Sigurjón má eiga það að hann var byrjaður að vara við hruninu kannski meir en aðrir áður en það gerðist og fékk verðlaun fyrir það vissulega til hamingju Sigurjón. Já, einmitt. Það margt yfirburðafólk sem maður hefur kynnst í blaðamennsku og ég segi stundu við almenning, ekki síst þegar maður að koma einhverstað fram, stendur og talar fyrir framan fullan sala fólki, að það sé samfélaginu, það sé fólkinu sjálfu til góða að það standi með góðri blaðamennsku, þótt hún sé óþægileg og þótt hún opni sár og komi við kaun á okkur þegar við þekkjum einhvern sem til umfjöllunar, þá við verðum einhvern veginn að skilja á milli skammtíma áhrifa af gagnrýninni blaðamennsku og langtíma áhrifana. Við þurfum að horfa fram. En þetta náttúrulega mjög erfitt í fámennu landi þar sem allir þekkja alla nánast með einhverjum hætti. Tengsl eru eins mikil og þau eru og oft eru þetta valdaklíkur sem að hafa náð líka að beygja fjórðavaldið undir sig. Absolutt og þetta hefur í sjálfu sér alltaf verið þannig að það erfitt að vera beittur blaðamaður í fámennu landi og kannski sérstaklega fyrir fólk eins og þig sem var að reyna að gera sitt besta í þeim efnum úti á landsbyggðinni. Skiljum við aðeins skárra kannski aðeins skárra í meintu fjölmenni Suðvesturhornsins. En þorpsbragurinn hérna líka. Já, mikil ósk með samanburði. Mikil ósk en eftir sem áður það mjög umhugsunarvert þetta erfiða umhverfi að allir þekkja alla og einhverju frændi manns eða einhver í einhverju félagi með manni eða eitthvað svoleiðis og þá koma upp þessar vanhæfis ástæður að ef það einhver slík tengsl milli blaðamanns og umfjöllunarefnis þá á hann að standa upp og víkja og fela öðrum að gera þetta en það kannski ekki alltaf hægt þegar að stéttin fámenn og ekki nógu margir til að taka við keflinu. Nei, það alveg rétt. Og ég veit ekki hvað ég farið í margar fermingaveislu þar sem einhver fjölskyldumeðlimur hefur ekki fengið mig á eintal og spurt mig hvort ég hefði ekki getað sleppt því að fjalla eitthvað sem særði einhvern sem þá systir mín að einhver þekkti og hitt svo miklu léttara að vera bara í glassúrnum og því og fjalla ekki það sem erfitt að fjalla og mun valda einmitt sársauka, ekki tilhæfulausum sársauka, heldur bara mun valda sársauka. En við verðum einhvern veginn að komast upp úr
þessum skammtíma skilningi á eðli fjölmiðla og varðhund slutverki fjölmiðla. Absolutt, og talandi óþarfa sársauka eins og þetta var orðað, það að menn telji að eitthvað sé til sem heitir óþarfur sársauki, að valda ekki óþarfa sársauka, það þýðir vantarlega grænt ljós á að þarfur sársauki sé fyrir hendinni. Ekki satt? Jú, við getum með öðrum orðum. Já, sannleikurinn getur verið erfiður. En hann gerir þig frjálsan. Já. Og ef þú hefur sem sagt sem blaðamaður góða samvisku að þú hafi fylgt öllum vinnureglum og siðareglum og þú hefur pottþéttar heimildir og gögn, þá hefur þú góða samvisku. Og það miklu betra heldur en að mæti í þessar fermingaveislu sem þú nefnir og vera ekki með góða samvisku. Ég held það. Já. Og þetta sem ég kalla autopilot, þetta flæði, þar sem maður bara eltir söguna og maður passa sig á því að hugsa aldrei hvað gerist eftir að fréttin hefur verið sögð. Maður bara ítir því alveg kerfisbundi frá sér. Þetta eina alvöru viðmiði sem maður getur haft góða blaðamennsku. Að maður sé ekki að velta því fyrir sér hvað verði þann persónulega sem flytur frétt sem að manni finnst að verði að flytja. Já. Þau ég nefndi áðan verðlaunaðar umfjallanir. Það umfjallanir sem fengu verðlaun eða tilnefningar og vafalaust hafa sært hinn á þessa forstjóra einhverja stofnana eða fyrirtækja eða pólitíkusa eða eitthvað slíkt. Það fylgir bara málinu og ekki efa ég það að einhverjir fangar og brotamenn séu uppfullir af sárundum út í einhverja dómara sem hafa dæmt til fangelsisvistar eða eitthvað slíkt. Þeir fá vafalaust sínar hótanir og gagnrýni. Heyrðu, það búið að vera mjög áhugavert og skemmtilegt að ræða við Friðrik Þór Guðmundsson. Eitthvað svona, ertu með einhverja rúsínu þarna í siðareglunum? Já, þær eru náttúrulega ýmsar en kannski það að rifja upp það sem brýnast samhliða siðareglum og grundvallar vinnureglum blaðamanna að halda uppi áróðri fyrir tjáningafrelsi og upplýsingarétti og almannahagsmunum og þetta það sem blaðamann eiga að vera að gera. En blaðamennska ekki bara þessar hörðufréttir. Nei. Það fullgil blaðamennska sem þú nefndir áðan í sjálfu sér að fjalla líka glasúrinn. Heldur betur. Og sem sagt fjölmiðlar eiga að vera fjölbreyttir og vandaðir en þeir mega líka vera ágengir og uppfullir af aðalhlutverki og slíkt en sem sagt það kemur bara í bakið af fjölmiðlunum og blaðamannum ef þeir ganga of langt og vanda sig ekki nógu vel. Einmitt. Það eru fyrirtaks loka orð. Kæra þakki fyrir komuna Friðrik Þór Guðmundsson. Þakka þér sömuleiðis, Björn. Og þetta ekki búið hjá okkur, ekki fara langt, höldum áfram hér með rauðaborðið eftir andartak. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með færri en 40 starfsmenn, í fyrsta sæti Kvikmyndasafn Íslands, í öðru sæti Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum, í þriðja sæti Menntaskólinn á Tröllaskaga. Og hástökkvari ársins 2024 menningar- og viðskiptaráðuneytið. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu.